Það 1000 manns á biðlista eftir liðaskiptaaðgerðum. Þeir sem þurfa að bíða lengur en 3 mánuði eftir aðgerð á opinberum spítala, þeim flogið út til Svíþjóð þar sem aðgerðin framkvæmd. Þótt hægt var að gera þetta á einkastofu hérna á Íslandi fyrir talsvert minna fé og Mörður. Já, örugglega. Þá erum menn líka að hugsa í mjög skamman tíma. Ég held að til langstíma eða maður hugsa bara hlutina eins og þeir eiga að vera eða mættu vera sem bestir að þá það þannig að Landspítalinn ætti að geta tekið við þessum aðgerðum, við þessum flóknu aðgerðum, það á ekki að þurfa hvorki að flytja þær út nema þær sem að eðlilegt að flytja út af því að þær eru svo sjaldgæfar að við getum ekki haldið hér uppi liði og aðstöðu til þess að takast á við alla hugsanlega sjúkdóma og aðgerðir og svo enga bransinn. Stefán. Og það nú þannig að þessar liðskiptaaðgerðir sem eru til umræðu eru ekki sérlega flóknar aðgerðir þannig. Þetta hægt að framkvæma á einkastofum og með litlum tilkostnaði þannig lagað. Og það held ég almennt viðurkennt í heilbrigðiskerfinu að það mjög heppilegt að losa Landspítalann þjóðarsjúkrahúsið undan álagi sem fylgir aðgerðum af þessu tagi. Og heilbrigðisráðherra eins og fleiri virðast vera sammála því að því leyti að það hægt að fljúga fólki til Svíþjóðar og fjölskyldum þeirra og kosta til þess gríðarlegum peningum. Og maður nú svo sem vanur því eftir að fylgst lengi með pólitík að stjórnmálamenn eru mjög lagnir í því að fara illa með peninga og stundum virðist það nú vera hreinlega sjálfstætt markmið þeirra. En það með öllu óskiljanlegt í þessu máli, það sem að Svandís Svavarsdóttir ræður yfir þessum þáttum, að þau skuli leyfa sér að taka ákvarðanir í þessum efnum til að auka á líkamlegar þjáningar fólks. Fólk býður, mjög þjaka og þjáð og fólk búið að stíga fram í fjölmiðlum örugglega þannig að því þvert að gera það. Og lýsir því hvernig það hefur svo mánuðum árum skiptir þurft að búa við þjáningar sem hefði verið hægt að leyna með einföldum hætti og ekki þannig að ríkið fær að kosta til þess meiri peningum en heldur einmitt sparað peninga og láti framkvæma aðgerðina hér heima. Það sem setur þetta í enn einkennilegra ljós það að læknarnir sem geta framkvæmt þessar aðgerðir hér á landi eru sömu menn og framkvæma þær síðan á einkastofum í Svíþjóð. Þeir fljúga til Svíþjóðar til að framkvæma þetta. Og nú bara málað linni og mér finnst að Mörður ætti núna á páskahátíðinni að fyrst að hann svona mikið stuðningsmaður Svandísar í þessu að berja í borðið og segja þér sem heilbrigðisráðherra ber heilug skylda til að tryggja það að sem fæstir líði hér vítiskvalir vegna hluta sem að hægt að kippa í liðin fljótt og vel.